Já, komið sæl. Það er búið að vera hvasst og rigning á vestanverðu landinu í dag en því veldur þessi lagði hérna milli Íslands og Grænlands en það sem þetta verður svona eitthvað fram á nóttina áfram en svo dregur nú úr þessu og á morgun verður nú farið að bæði létta til og draga úr vindi og síðan þegar kemur inn í helgina þá ætti nú að vera komið hæglætis veður hjá okkur. En ef við lítum á hitasviðið að þá erum við í hlýjum loftmassa og því munu hitatölur fara nú hækkandi hjá okkur og sérstaklega hérna á Norður-Austurlandi svona þegar fer að létta til þar og þar verða hitatölur víða milli 15 og 20 stig þegar best lætur meðan að það verður svona heldur svalari í svona fyrir með þungbúnu veðri hérna sunnanlands en við verðum áfram í þessum hlýja loftmassa alveg svona vel inn næstu viku þannig að við getum alveg búist við því að svona þessar hitatölur haldi eitthvað. Ef að við skoðum hvað er að gerast á næsta sólarhringinn að þá sjáum við að það núna gula vindaviðvaranir í gangi bæði Faxaflóa, Breiðafirði og Hálendinu og síðan úrkomu viðvörun á Vestfjörðum og þetta mun svona endast eitthvað inn í nóttina en þegar líður á nóttina þá fer nú að draga úr þessu öllu saman og þá fara þessar viðvaranir að detta úr gildi eina af annarri og í fyrramáli þá ættu allar viðvaranir að vera komnar úr gildi. Það verður áfram einhver úrkoma hérna sérstaklega landið suðaustanvert en það ætti nú að draga úr henni svona þegar kemur fram annað kvöld. En svona lítur þetta þá út í fyrramáli, það farið að létta verulega til hérna bæði á norður- og vesturlandi. Það verður nú áfram einhver strekkingur hérna við suðvesturströndina en annars líka farið að draga verulega úr vindi áfram þungbúið hérna suðaustan til en farið að létta til hérna eins og ég sagði og á norðausturlandi hitatölur komnar upp í kannski 14 stig strax í fyrramálið og síðan seinni partinn að þá verður hitinn farin að hækka en frekar. Áfram verður eins og segið þungbúið hérna á suðausturlandi en ætti svona létta heldur meira til hérna sérstaklega suðvesturhorninu þegar líður á morgundaginn. Og síðan á sunnudeginum erum við í nokkuð svipuðu veðri, það þungbúið hérna við suðausturströndina og hitatölur hérna sunnanlands svona milli 10 og 15 stig meðan að hitatölurnar fyrir norðan eru kannski milli 15 og 20 og síðan á mánudaginn að þá verður nú komin svona hæg breytileg átt á landinu, það verður svona skíða með köflum og hitatölur svona víða svona milli 10 og 15 stig. Hæglætis veður og verið fínasta veður á mánudaginn. Nú síðan á þriðjudeginum að þá á að þykkna upp þannig það verður nú skýjað vantilega á öllu landinu og einhver vætast þá áfram sérstaklega hérna sunnanvert landið og hitatölur svona víða milli 10 og 15 stig og sumstaðar eitthvað hærri. Við skulum skoða hvað er að gerast í kringum okkur. Það fínasta sumarveður hérna á Norðurlöndum við hæðasvæði og hitatölur hérna vel yfir 20 stig og sólin skín en það áfram svona óstöðuloft yfir hérna Mið-Evrópu og það víða skúrir og jafnvel þrumuveður og þetta nú farið að teygja sig alveg hérna niður á Balkanskagann. En ef við förum að Atlantshafinu að þá nú fínasta veður bæði í Portúgal og Spáni á morgun þar sem að sólin ætti að skína en svona meira þungbúið í Frakklandi og þar verða líka einhverjar dembur. En við skulum kíkja aðeins til Kanaríja, það svona nokkuð ákveðin norðanátt en það sólríkt og hitatölur þar ættu svona ná yfir 20 stig. Við skulum fara vestur haf, þar svona nokkuð öflugt lægðakerfi hérna við Vötnum miklu og þar eru miklar rigningardembur og þrumuveður og þetta teygir sig hérna suður á bóginn með austurströndinni og alveg niður Mexíkóflóa og þannig að það verður líka eitthvað þrumuveður á þeim slóðum en það mjög hlýtt núna hérna við Mexíkóflóan og við sjáum að hitatölur eru víða hérna yfir 30 stig. En við skulum enda þetta á korti morgundagsins, það verður svona farið að draga úr öllu þessu veðri sem hefur verið hérna vestan til og farið að létta til og farið að hlýna nokkur hressilega hérna á norðausturhorninu. Segjum þetta gott að veðri, verið sæl.